Þá segi ég 19. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra 16. Það liggur fyrir dagskrá og áður en við göngum til hennar að þá ætlar sveitarstjóri að fara yfir helstu mál á milli funda. Svo vel Ágúst. Já, 8. Það er nú mjög margt sem á þessum fundu auðvitað sem eins og vanalega sem er búið að vera undirbúið á milli funda en það er sjálf sér margt bara í gangi. Það sem nú svona áberandi fyrir utan það sem á þessum fundi hérna þá verið að ganga frá svolítið af samningum sem hafa verið í drögum og hafa verið í undirbúningi svo Kortasjáin og samningu við Heilbrigðisstofnun Suðurlands og samningar, við höfum verið að endurskoða samninga ýmsa þjónustusamninga meðan þess við inkasso og sem sé breytt innheimtufélag og erum sem sé að gerðum samning við sem sé inkasso eins við Síman og TRS. Það er svona að fara yfir þessar þjónustusamningar sem eru í gangi og auðvitað að semja betri þjónustu og hagstæðara verð. Það er það sem hefur verið markmiðið. Nú síðan fráganga á sölu eigna, það hefur líka verið núna, til dæmis í gær, gengið frá öllu í kringum sölu okkar á áhaldahúsinu okkar gamla. Þannig að það er bara klárt og greitt og frá gengið. Nú síðan vil ég líka nota tækifæri hérna og nefna óveðrið sem að gekk hér yfir og það virðist nú vera þannig að við höfum verið frekar heppin hérna á þessu svæði í okkar sveitarfélagi í það minnsta. Það er ekki mikið sem að hefur skemmst sem við vitum ekki stórkostlegt. Það virðist hafa verið beggja megin við okkur í rauninni verra. Sérstaklega hérna fyrir austan, það er náttúrulega mjög heilmiklar skemmdir þar. En þetta minnir okkur auðvitað á það bara, við búum á Íslandi og allt það. Síðan vil ég nefna hérna líka að við höfum verið, og það kemur reyndar hérna fram á fundunum auðvitað, þar sem við erum að fara yfir þessi erindisbréf öll og klára það að við höfum líka verið að sem sé endurskoða í fundagerðarkerfinu okkar þannig að allar nefndir geti gengið frá sínum málum þar í gegn og við erum auðvitað lagt upp þannig eins og sjáum með erindisbréfin að það er starfsmaður með hverju nefnd þannig að og þið hafa væntanlega orðið vöru við það líka, ég var nú ekki búin að fara yfir það kannski formlega en sveitarstjórnin hefur aðgang að öllum nefndum og öllum gögnum og bakvið þannig að þið látum mig vita ef það er ekki sem áverð til hægðarauka. Síðan svona mætti nú nefna svo sem margt fleira en það sem auðvitað það sem svona næstu daga á döfunni er til dæmis skötuveisla á laugardaginn sem var frestað út af óveðri. Það eru hérna í íþróttahúsinu og síðan er búið að draga í útsvarinu, ég veit ekki hvort þið tekið eftir því, það er að segja sjónvarpsútsvarinu og við lendum á móti þessum ágæta liði þarna á Snæfellsnesinu sem að setti stigametið daginn, þannig að það verður á brattan að sækja. En það er hvergi, það er engin banginn í okkar liði til að mæta og reyna að standa sig vel. Ekki fleira. Takk fyrir þetta. Ég vil líka geta þess að Klara Viðarsdóttir aðalbókari kemur og verður með okkur á fundinum á lið 15 til 19 í dagskránni og síðan er kannski rétt að geta þess líka að núna á þessum fundi er að koma lokastig fjárhagsáætlun, annarri umræðu og svo mikla vinna sem við höfum verið að vinna með Ásahreppi í samskiptum sveitarfélaganna liggi hér fyrir fundinum og ég held að sé rétt að láta þess getið að það hefur verið sérstaklega góður andi við þessa vinnu
bæði meðal allra sem hafa komið að henni fyrir okkar sveitafélag og eins með Ásahrepp sem að samþykki sína að sínu leyti í morgun, og það hefur verið einstaklega góður andi yfir þessu. Menn hafa skipst á skoðunum en lagt mikið á sig að komast að niðurstöðu og góðri niðurstöðu, og ég held að þetta sé bara eftirminnilegt hvað vel hefur tekist til. En þá vil ég að við göngum til dagskrás og förum í fyrsta lið. Það er fræðslu nefnd Rangárþings ytra og Ásahreps 8. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundagerðin að öðru leyti staðfest. Það er liður 1.1. Skólastefna Rangárþings ytra og Ásahreps. Það er niðurstaða fræðslunefndar. Skólastefna með breytingum var samþykkt samhljóða. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu fræðslunefndar og feli sveitarstjóra að sjá til þess að skólastefnan fái góða kynningu meðal íbúa sveitarfélagsins. Orðið er laust þetta. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þessa tillögu skólastefnuna undir atkvæði þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Samþykkt samhljóða. Og það er tillaga að sveitarstjórn bókun að sveitarstjórn fagnar þessum áfanga og þakkar Reyni Daníel Gunnarsinni hans framlag í skólastefnunni. Þá förum við lið 1.2. Erindi frá leikskólakennurum. Það er niðurstaða fræðslunefndar. Lögð fram tillaga að skipa tímabundið 5 manna starfshóp til að koma fram með tillögur að átaki til efningar leikskólastigsins í sveitarfélögum. Starfshópinn skipa Sigrún B. Benediktsdóttir, Auður Erla Lóadóttir, Nanna Jónsdóttir, Ágúst Sigurðsson og Hafdís Ásgeirsdóttir. Nönnu Jónsdóttir falið að kalla hópinn saman. Orðið laust þetta. Margrét Hallberg, svo vel. Kannski eitt, hvort að það hefur lást í fundargerð fræðslunefndar kannski að taka fram einhver tímaramma, hvort að hvenær er áætlað þessi starfshópur eða vinnuhópur skili af sér. Hvað eigum við eitthvað að mælast til að hafa einhver tímaramma á þessu, á hans vinnu? Takk fyrir þetta. Nú tel ég rétt að Ágúst sveitarstjóri svari eða segja okkur hvað fór fram á fundinu. Já, takk fyrir þá. Við sluppum ekki sem sé við að hafa þetta på hópið. Þetta var gert á fundaraði. En ég, auðvitað held ég allir vilji bara skila þessu af sér sem fyrst, sko, koma fram með tillögur, en við erum svona, ef maður á að segja, ef við komum einhverja tillögu, þá myndi ég nú segja að við þurftum kannski svona mánuð eða eitthvað svoleiðis til að vinna þetta. Þannig að þetta kæmi fram í lok janúar eitthvað svoleiðis. Mér finnst það að vera svona bara raunhæft. Því að við viljum auðvitað reyna koma fram með eitthvað sem skiptir þá máli. Þannig að það þarf aðeins tíma til þess að vinna þetta. Kynna sér það sem betur það sem aðrir eru að gera og ræða við fólk, sko. Þannig að ég misnútt eftir það í hug. Það væri auðvitað hægt að segja það. Já, ég tek nú bara undir þetta að þetta er akkúrat tíma ramminn svona sem maður hefur í huga að gæti verið eðlilegt og ef að það fer fram yfir hana þá þurfum við náttúrulega eitthvað að fara að ýta. Er það ekki? Má ég svara? Já, gjör svo vel. Jú, ég held að sé samt alltaf gott að setja sér einhver mörk því annars vill svona vinna hún getur dregist. Spurning hvort það ætti að mælast til að þeir myndu komið tillögur fyrir febrúarfund sveitarstjórnar eitthvað svona. Bara nú ef að það tefst að þá bara hefur vinnuhópurinn, getur hann rökstutt tafir en Já. Hvort það sé ágætt að setja einhvað svona viðmið til að halda tímaramma. Tek undir það. En er ekki rétt að hafa þetta ekki alveg niður nelt heldur og mælist til? Óskar eftir. Að tillögur geti legið fyrir í lok
janúar. Tillögur liggi fyrir. Tillögur liggi fyrir í lok janúar. Þá liggur fyrir tillaga með sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu þrælunefndar og mælist til þess að tillögur liggi fyrir í lok janúar. Þeir sem geta samþykkt þetta gefmerki, samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 1.3, daggæsla í heimahúsum. Niðurstaða fræðslunefndar er svohljóðandi. Fræðslunefnd tekur undir tillögur sérstakar heimgreiðslur til foreldra ungra barna samkvæmt þeirri tillögu sem liggur fyrir. Og það er tillaga niðurstöðu sveitarstjórnar að taka upp sérstakar heimgreiðslur til foreldra ungra barna. Greiðslurnar eru hugsaðar í þeim tilfellum þegar börn eru ekki á leikskóla, hvort heldur sem er vegna þess að ekki er pláss eða að foreldrar velja að hafa börnin heima fyrst í stað. Foreldrar barna á aldrinum 9 mánaða til 18 mánaða geta sótt heimgreiðslur. Lagt er til að upphæðið verði 30.000 krónur á mánuði og sveitarstjóra verði falið að ganga frá reglum heimgreiðslur og koma þeim á framfæri. Orðið er laust þetta. Ingi Karlgjörnsvel. Já, orðviti. Þetta er besta mál. Við erum velta fyrir mér þarna með, þegar talað er að börn séu ekki á leikskóla, hvort að þarna þurfi að tiltaka leikskóla hér í Rangárþingi eða ef að þau eru í leikskóla annars staðar í öðru sveitarfélagi, að þá fái þau greiðsluna. Er þetta ekki hugsað þannig? Ef að börn eru í leikskóla á Selfossi eða Hvolsvelli eða Flúðum, þá fái þau greiðsluna, en ekki ef þau eru í leikskóla hér í sínu sveitarfélagi. Já. Og annað að mér þætti, svo við höldum okkur við eins og síðasta máli, að sveitarstjóra verði farið að leggja reglurna fyrir næsta fund, reglulega fund sveitarstjóra, að hafa hann. Þó að samningar á ársrepp séu búnir, þá verður hann hafið hvað að gera. Já, það hefur létt verulega á honum. Takk fyrir. Gæti það ekki gengið á Gústi? Jú. Svo ég skilji það sem áttar við, sem sé þessar heimgreiðslur, að fólk geti fengið þessar heimgreiðslur, áttu við það sem sé að fólk geti fengið þessar heimgreiðslur þó svo að barn sé á leikskóla einhvers staðar annars staðar. Er það ekki málið að það skiptum okkur ekki að ef að það bara nýtur ekki niðurgreiðs leikskólapláss á vegum sveitarfélagsins, þá eru greiðslurnar inndragandi. Er þetta ekki meginmálið? Er ekki á leikskóla í sveitar? Það eina sem okkur varðar Já. Leikskóla sveit, já, Rangárþings eitra. Er hún rétt að halda það orðalagi þar sem? Já, það er skilningurinn. Er þetta ekki nestið til ágúst að þetta kom inn í regluna? Gjörðu vel. Já, þess vegna er þetta nú sagt svona þarna í restina sem sé, þessi tillaga að ganga frá reglunum, vegna það þarf að þau hugsa það að sé alveg skýrt, og þannig að það var hugmyndin. Það væri svo að leggja þetta aftur fyrir og endanlega afgreiða það og hugsa allar svona, allar leiðir í þessu. Og þess vegna er þarna neðsta setningi koma þeim á framfæri, að það er kannski full snemmt að fara í það, er það ekki? Að klippa það út, sveitarstjórar falið að ganga frá reglum heimgreiðslur og leggja fyrir næsta fund. Og leggja fyrir næsta fund og leggja tillögur fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Næsta reglu, já. 13. janúar.
Það er ekkert jólafrí framundan, ágúst. Og lagfæra þá líka í þriðju línunni eru ekki á leikskóla sveitar. Þetta getur mistúlkast. Leifum Ingvar Karli að Já, klára. fyrir ekki. Já, ein pæling líka sko að ef að reglurnar er ekki tilbúnar áramót, hvort að þetta verði afturvirkt. Kannski tökum við það bara að þetta sé eitthvað fyrir inn í vinnuna hjá Ágústi. Alltaf því. Takk fyrir það. Síðis Skjölsvel. Já, ég er bara aðeins að spá í, þetta er 30.000 krónur á mánuði. Er þetta styrk, þú veist, borgar fólk skatt af þessu? Eða þá lækkar upphæðin töluvert? Eða ég er bara að spá. Takk fyrir það. Haraldur Skjölsvel. Ég held að hljóta að vera þannig sko. Þetta er bara eins og hverjar að bætu, það er búið að skatta, þetta er bara bætist við skattstofnir viðkomandi einstaklingum sem að byggja þessa greiðslu sko. Það getur ekkert verið öðruvísi. Nei. Takk. Ágúst Skjölsvel. En þetta er bara, þess þá heldur er gott að nota aðeins tíma og fara yfir þetta allt, þannig að ekki sé hægt að svara öllum svona spurningum. Einmitt. En prinsipið, það er í rauninni það sem við erum þá að ganga frá hér, og við ætlum að gera þetta. Væntanlega gæti verið undantekning frá þessu að það sé lítið á þetta sem styrk til greiðslu vegna gæslubanna og að það sé þá heimilt að vísa greiðslunni til dæmis leikskóla í öðru sveitafélagi og þar með væntanlega er þetta kannski niðurgreiðsla að einhver leitinn til og kannski ekki skattur eða greiðsla til dagmóður og þá borgar dagmóðurinn væntanlega skatt af því. Þannig að það er, en ef að engin reikningur er á móti og fólk nýtir þetta sjálft að passa börnin sinna þá sjálfsögðu er borgaður af því skattur. Ég held að það sé engin vafi á því. Takk. Ingfeld Gjörsson. Þrátt fyrir að hér sé talað 9 til 18 mánaða börn, þá erum við ekki að loka á það að við tökum inn 12 mánaða og börnin 12 til 18 mánaða. Inn í leikskóla. Er það hugmyndi með þessu eða hvernig kæmi það inn í þetta regluverk? Ágúst Gjörsson. Já, það kemur því í sjálfsögur ekkert við bara. Þetta er bara alveg nýtt kerfi utan við það. En hitt er annað að það er það þarf aðeins að stilla saman strengi að mínu viti með til dæmis ásarrepp leikskóla, reglur leikskóla og þess að og ég held að sé mikil vilji til þess þar líka núna og nota þennan tíma líka í það og svona þannig að það er þetta skerpa á öllum svona texta sem að leiðbeininga texta fyrir fólk. Gera það í leiðinni. Takk fyrir það. Ég tek undir það að þetta megi ekki verða til þess að við förum að draga lappirnar við það að skaffa leikskólapláss frá 12 mánaða aldri. Ég held við eigum að leggja metnað í það eftir sem áður en það snýr auðvitað að sveitafélaginu hvað er mikið af börnum hverju sinni og hvað við getum brugðist hratt við ef það eru mikla breytingar og það hafa stundum verið vandamál varðandi starfsfólk á leikskólum og það getur truflað okkur í því að geta skaffa þau leikskólapláss sem við myndum annars vilja en við erum ekki að slá af í því að reyna að standa okkur í þessu frá 12 mánaða aldri og láta þetta ekki letja okkur í að við stöndum okkar plikt. Ekki fleiri? Margrét Arnbergsson. Spurning hvort ættum að setja þetta í niðurstöðuna að, sem sagt, að sveitafélagi muni samt kappkosta að veita 12 mánaða vistun frá 12 mánaða aldri fyrir þá sem það þurfa.
þetta sé stefna sveitarfélagsins, hvort við ættum að hnykkja á því svolítið, þannig að fólk fari ekki að lesa út úr því að við séum að fara að draga lappirnar, heldur bara hnykkja á því að við ætlum að reyna að standa okkur í og taka inn 12 mánaða börn eins og kostur er. Getum við nýtt í aftan við? Takk fyrir þetta. Ég tek undir þetta og það væri auðvitað einfalt mál að setja þetta bara niður fyrir tillöguna eftir sem áður. Það er stefna sveitarfélagsins að taka við leikskólabörnum frá 12 mánaða aldri. Já, ég held að það sé verið gott. sammála um það sem hann. Þannig er það. Engin breyting á því. Fyrirgefðu. En Sigurgeirsson. takk, reglan er það ekki 18 mánaða samt eða erum við búin að opna fyrir hennum 12 mánaða glugga? Hver er reglan? 12 eða 18 mánaða? Reglan er í sjálfu sér 12 mánaða, ég lít þannig á, en við höfum kannski ekki húsnæðislega og starfsfólkslega einmitt getað annað þessu núna í augnablikinu hér á leikskólanum Hellu Veit það. og við þurfum að vinna að því áfram að leysa þau mál samanber þessa nefnd sem að við vorum að skipa og miðan að því að við viljum geta gert þetta. Þá ekki fleiri kvæðsir hljóðs. Ágúst. Það er svo að þetta ganga frá bókun, hugsa að þetta sé skýring eftir. Nei, setur hann ekki bara undir þarna, bara strax fyrir neðan hitt í kjölfarið á, er það ekki? Ekki eftir sem áður, það er eitthvað svona. Að geta tekið á móti, eða ekki? Leikskólabörn á 12 mánaða aldri. Nei, Það er ekki fullt gróft. það er komið vöggutild. Eða bjóða leikskóla dvöl, leikskóla vist frá 12 mánaða aldri. Heyrðu, það var þetta En maður komið. aðeins, fyrir ekki, Anna María Egilsson. er ekki á Hellu 18 mánaða. Ég held það sko. Svona ópenbarlega sko. Þá, Það er sko 12 mánaða á Laugalandi Ég veit það. en 18 mánaða á Hellu. Út af þessu. Við höfum verið að ræða af þetta. Já, Ágúst Geirsson. Sko, það þarf einmitt að fara yfir þessa bara reglu og þannig að það sé alveg á hreinu, en ég held nú samt að viljinn sé fyrir hendi Algjörlega. til þess að gera þetta. Ég meina, það er það sem það það er segja. eiginlega mismunandi. annað, já, hvort það það var er vilji náttúrulega- fyrir því að það geta. var náttúrulega opnar þessi Það er það. gluggi frá 12 mánaða sko. Það eru 12 mánaða á Já, leikskóla. Við algjörlega höfum sko. bara ekki getað sinnt í. Við höfum reynda náttúrulega að taka inn eins og við getum sko en Fyrsta lagi húsnæðisvegna, framundir þetta, það kannski er að leysast. En núna er það kannski starfsfólksins vegna. Gott og vel. Þá er umræðið lokið. Þá ætti ég að lesa upp tillöguna, það er niðurstaða sveitarstjórnar. Tillaga er að taka upp sérstakar heimgreiðslur til foreldra ungra barna. Greiðslurnar eru hugsaðar í þeim tilfellum þegar börn eru ekki á leikskóla á vegum sveitarfélagsins, hvort heldur sem er vegna þess að ekki er pláss eða að foreldrar velja að hafa börnin heima fyrst í stað. Foreldrar barna á aldrinu 9 til 18 mánaða geta sótt heimgreiðslur. Lagt er til að upphæðið verði 30.000 krónur á mánuði. Sveitarstjóra er falið að ganga frá reglum heimgreiðslur og leggja tillögur fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Heimgreiðslur hafa ekki áhrif á þann vilja sveitarstjórnar að bjóða leikskólabörnum að bjóða leikskóladvöl börnum frá 12 mánaða aldri.
Þeir sem geta samþykkt þetta gerir merki samþykkt samhljóða. Þá fyrir liður 2. Samgöngu- og fjarskiptanefnd 7. fundur vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Það er liður 2.1. Erindisbréf nefnda endurskoðun. Það er niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar lögð fram drög að erindisbréfi fyrir nefndina. Gerðar nokkrar tillögur að lagfæringum og framsetningu. Að teknu tilliti til þessara breytinga leggur nefndin til að erindisbréfið verði samþykkt í sveitarstjórn. Nefndin samþykkir þetta samhljóða. Það er tillaga að sveitarstjórn vísi þessum dagskrárlið til dagskrárliða 11 með afgreiðslu málsins. Engar athugasemdir við það, skoðast það samþykkt. Þá förum við í lið 2. Styrkvegir 2015. Það er niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar að hún fór yfir verkefni ársins eftir að fjármagni ársins 600.000 krónur og lagt til að farið verði í viðgerðir á svokallaðri ástarbraut. Þetta samþykki nefndin samhljóða og það er tillaga að sveitarstjórn samþykki staðfesti niðurstöðu samgöngu- og fjarskiptanefndar. Þessi geta samþykkt það gefur merki. Samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 3. Skipulagsnefnd Rangárþings ytra 88. fundur vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Það er liður 3.1. Stóruvellir, landskipti. Niðurstöðu skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áformuð landskipti og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 3.2. Kaldakinn, landskipti og stofnun lóðar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áformuð landskipti og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Þið nýttir í mig ef að þið viljið taka til umræðu einhvern lið. Neðrasel 1D deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Liður 3.4. Nefsholt deiliskipulag tjaldsvæðis. Orðið smávísi hefur verið fellt út úr texta, greinagerðar og gistiskáli kemur í staðinn. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 3.5. Jarðstaðir, deiliskipulag fyrir alifuglahús. Skipulagsnefnd telur að taka eigi fullt tillit til framkominna athugasemda. Á grundvelli framkominna athugasemda hafnar skipulagsnefnd tillögunni. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Liður 3.6. Grásteinn, deiliskipulag, aðkoma flatbýtna í Ytri-Rangá. Skipulagsnefnd telur að taka eigi fullt tillit til framkominna athugasemda. Á grundvelli framkominna athugasemda hafnar skipulagsnefnd tillögunni og skal landinu og árbakkanum komið í fyrra horf. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Það er liður 3.7. Árbæjahellir, landvö, deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti
niðurstöðu skipulagsnefndar. 3.8. Sel deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 3.9. Vindorkubú við Þykkvabæ. Lagt fram til kynningar. Liður 3.10. Erindisbréf nefnda endurskoðun. Niðurstaða skipulagsnefndar breyta þarf orðalagi undir 3. grein þar sem talin eru upp viðfangsefni nefndarinnar þar sem segir að nefndin skuli fjalla umsóknir leyfi til verklegra framkvæmda. Lagt er til að orðalagið skuli vera þannig að nefndin skuli fjalla umsóknir tengdum veitingu framkvæmdaleyfa. Á öðru leyti gerir nefndin ekki frekar athugasemdir við framlögð drög að erindisbréfi. Það er tillaga að sveitarstjórn vísi þessum lið til dagskrárliðar 11 með afgreiðslu málsins. Það er liður 3.11. Hugmyndir byggingu smáíbúðahverfis á Hellu. Það er tillaga með sveitarstjórn telur að hér séu afar áhugaverða hugmynd að ræða og fagnar áhuga hugmyndasmíða á því að koma upp slíku hverfi í Rangárþingi ytra. Skipulags- og byggingafulltrúa ásamt sveitarstjóra er falið að gera tillögu mögulega staðsetningu fyrir slíkt smáíbúðahverfi og vinna hugmyndina áfram í samstarfi við höfunda. Það er liður 3.12. Umferðarmál merkingar innan Hellu. Skipulagsnefnd samþykkir framlagða tillögu að gangbraut og merkingum. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Það er liður 3.13. Landmannalaugar deiliskipulag. Lagt fram til kynningar. Þá lítur svo á að allir þessi liður skipulagsnefndar séu samþykktir samhliða, engin athugasemd við það. Þá förum við í lið 4. Samráðsnefnd Rangárþings ytra og Ásarhrepps 8. fundur. Vísað er til einstakra mála undir sérstökum dagskrárliðum 5-9 hér á eftir en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. Það er liður 5. Samþykktir fyrir húsakynni BS endurskoðun. Tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti endurskoðaðar samþykktir fyrir húsakynni BS. Orðið laust þetta. Ágúst Gersveld. Já, ég vil bara vekja athygli á fylgiskjalinu sem sé sameiginlegar eignir sem er þarna með. Það þarf svo í framhaldinu að kanna aðeins betur með einstök atriði þar. Það er allt listað upp sem að finnst og við höfum fengið sem sé gögn frá fasteignamatinu eða frá þjóðskránni en stjórnin þarf að fara yfir þennan lista sem fyrst og svona sannreyna eignar hlutföll og svoleið sem að í einhverjum tilfellum þarf að skoða betur. Bara svo það sé sagt. Takk fyrir það. Fleiri? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt þetta gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 6. Samþykkt fyrir vatnsveitur Rangárþings ytra og Ásarhrepps BS endurskoðun. Tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti endurskoðaðar samþykktir fyrir vatnsveitur Rangárþings ytra og Ásarhrepps BS. Orðið laust þetta. Engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefur merki.
samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 7, samþykktir fyrir byggðasamlagið Odda BS. Tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti að stofna byggðasamlagið Odda BS samkvæmt fyrirliggjandi samþykktum þarum. Orðið laust. Ingvar Karl gjörðu svo vel. Já, oddviti, varðandi hérna fylgiskjalið sem að fylgir hérna Odda varðandi heimaskóla. Að það hefur verið svolítið rætt að heimaskólar fyrir leikskólana væru þeir söm, en það kemur ekki fram í þessu fylgiskjali. Og ég myndi vilja sjá því bætt inn í fylgiskjalið að heimaskóla, leikskólana væru þeir sömu og grunnskólana. En það kemur hvergi fram. Já, Ágúst gjörðu svo vel. Já, oddviti, mér finnst það auðvitað bara atriði til að ræða og fara yfir. Það hins vegar ekki tilneitt svoleiðis plagg og það ekki tilneitt þetta. Og mér finnst það þá vera eitthvað verkefni til að ræða við samstarfsaðila og getur verið fyrsta verkefni stjórnar ef við samþykkjum að koma þessu í gang. Að samræma það. En mér finnst að við getum eiginlega ekki gert það svona hér og nú eftir að vera búin að nema þá ræða það bara við okkar samstarfsaðila. Þannig að það hefur ekki verið talað það að bæta því inn. Takk fyrir það, en í umræðuna allri sem við vorum nú við, þá var aldrei annað rætt í sjálfu sér en að þetta væri með þessum hætti. En eftir sem áður að það væri sveigjanleiki það að velja sér skóla, svo framlega sem að það hefði ekki í för með sér kostnað sem skiptir máli. Þannig að sveigjanleikin til staðar en það þarf að sækja það. Ég lít þannig á. Og þá endanlega stjórn samlagsins að gefa á það grænt ljós eftir að leikskólastjórar hafa upplýst að þetta gangi upp. Ég lít þannig á og mér finnst það vera þannig. Það ekki þannig að það sé bara hægt að velja skóla hips og haps og hræra í þessu út og suður. Öðruvísi en að það fái umfjöllun og þannig ég held að meiningi sé alveg klárlega þessi eins og þetta tala. Ingvar Karl gjörðu svo vel. Það annað líka sem að svo sem mér finnst vanta kannski í þetta og það svona hvað á að leggja til grunns ef fólk sækir að flytja sig á milli skóla. Hvað eiga að vera svona grunnreglur í þeim flutningi eða til grundvallar í rökstuðningi fyrir þessu að barn færi frekar hér eða upp úr eða flyttist á milli skóla og mér finnst líka eðlilegt að þetta sé sami að börn fari í þann leikskóla þar sem að þau síðan fara í skóla á eftir að þau sé ekki að fara hér niður og hellu í leikskóla og upp úr í grunnskólan eða öfugt. Þannig að það hlýtur að vera barninu fyrir bestu að það sé samfella í þessu eins og hægt og ég veit ekki hvort að þetta hefði þurft að koma fram í þessu eða eins og þú segir, við ræddum þetta svolítið og þetta kannski beina því til þá stjórnar eða ef að þetta fer í gegn, þetta verður samþykkt að stjórn taki þetta bara upp á sínu fyrsta fundi að útbúa þessar reglur. Takk fyrir þetta. Þetta eru eitt af sjónarmiðunum alveg klárlega en eftir sem áður þá hlýtur það að hafa mest að segja hvað foreldrarnir sjálfir vilja og hvað þeim finnst og ég held við hljótum öll að geta verið sammála það að þau eru best til þess bær að meta það hverju sinni hvað barninu þeirra fyrir bestu.
En við auðvitað þurfum eftir sem áður að þó að þau óski eftir einhverjum flutningi á milli skóla, hvort með einn sem að það sé hægt að sinna því án þess að það hafi viðbótarkostnað í för með sér. Og það þarf auðvitað að vega þetta allt og meta, að sjálfsögðu. En ég tek undir það, þetta akkúrat málefni nýrra stjórnar sem að við þurfum að fara yfir og hafa í einhverju formfestu. Þetta getur ekki verið bara einhvern veginn. Og alla tíð verið talað það að það þarf að sækja sérstaklega það og þetta þarf að fá sérstaklega umfjöllun til þess að það geti orðið. Gæti það ekki nægt sem veganesti? Sigdís Kjørsveld. Ég var bara að lesa 7. greinina hérna, svo sem kannski liggur í orðunum með þessa heimaskóla. Að byrjum við, þó gefst foreldrar barna í sveitarfélögum kostur á að velja skóla og biðja samlagsins og fremur sem aðstæður skólann leyfi. Byrjum við, skal það gert að höfðu samráði við skólastjóra beggja skólana hvort sem ræða leik eða grunnskóla. Þannig að það er kannski þetta með heimaskólana. Þetta svarar kannski ræða með heimaskólana. Í raun og veru það bara. Þetta óbreytt, það var alltaf verið talað. Margrét Kjørsveld. Já, mér finnst þetta líka skipta máli, þetta sé kannski sett einmitt niður á blað til að vera svona þá líka í tengslu við forgangsröðun inn á leikskóla. Hver á forgang á leikskólaplássin á viðkomandi stað. Hafa allir jafnan forgang hérna á Hellu, hafa allir jafnan forgang upp á Laugalandi. Já, hver er forgangsröðun? Þannig að við séum ekki að sjá einmitt að fólk kannski sem að búsett nær Laugalandi sé ekki að þurfa, af því að það er ekki pláss upp á Laugalandi, að þá þarf það að vera að koma með börnin hingað í skóla, af því að það er kannski börn hérna megin á sveitarfélaginu sem eru að nýta pláss upp á Laugalandi. Þetta þarf svolítið að vera, ég bara svona spá í forgangin, hafði eiginlega hálfpartinn vonast til þess að reglur forgangi leikskóla væru klárar, það náðust ekki að klára þær á síðasta fræðslunefndarfundi. Þannig að þetta er búið að vera svolítið tímarhakk á þessu, en þetta er svona spurning, já, hvort að við þurfum ekki eitthvað að hnykkja á því, gefa því eitthvað, er þetta það sem við viljum? Viljum við það, og líka bara til þess að sé samfella í, eins og einhver kallar að tala samfella í skólanum, að þú kynnir strax þínum tilvonandi bekkjarfélögum. Og það sé ekki kannski, oddviti talar að foreldrar viti hvað er börnunum fyrir bestu, en þetta ef þú ert með barn í leikskóla þá kannski, eða grunnskóla, þá er þetta spurning hvað hentar foreldrarnu betur. Ef það foreldrar er vinnandi, segjum upp á Laugalandi, nálægt Laugalandi, og þá vill að fara með barnið þangað í leikskóla, en í staðan þess að nýta plássi hér, bara því að hentar betur. Þannig að þá er það kannski ekki að hugsa hvað er barninu fyrir bestu þegar það þarf síðan að fara í grunnskóla, heldur meira, þetta hentar mér betur. Þannig að ég held að við þurfum svolítið að hafa afmarkaða reglur hvað þetta varðar og einsvarandi flutning á milli skólahverfa. Núna hafa alltaf verið reglur með það ef þú sækir flutning, þú getur ekki fengið að flytja barnið þitt milli skólahverfa af því bara. Það þurfa að vera einhverja forsendur þar á baki og ég sakna þess að þær forsendur sé ekki birtar einhvers staðar hér, að þær sé ekki að hafa þær skriflega með. Ég hef rætt þetta á fundum og rætt þetta eins og við hann Reyni, Daniel. Og hann sagði að það náttúrulega verða svona félagslega forsendur. Það er ýmislegt sagt en það vantar að skrifa það niður á blað. Bara að hafa þetta mjög skjalfest, hvernig þetta á að vera og hvaða forsendur liggja baki því að þú getur sótt flutning. Er það bara því að það er pláss eða er einhver aðra forsendur? Þurfa að vera einhver aðra forsendur. Takk. Takk fyrir þetta. Ég veit ekki hvað skal segja. Þetta þetta bara málefni byggðarsamlagsins Odda, alveg skýlaust, og þar ætlum við að málin áfram og þróa þetta góða starf sem við erum að leggja út í áfram. Og við ætlum að reyna að gera það í sátt og samlyndi með geta boðið betri þjónustu og gera þetta þannig að það fari sem best af þessu öllu saman. Að þetta á alltaf verða
ég segi betra, sveigjanlega og að því marki sem að við getum og höfum aðstæður til að það eru ekkert allt hægt í þessu en eins og komst að það hafa verið reglur í gangi það hverjir hafa forgang á leikskóla og þetta er auðvitað umræði sem bara þarf alltaf að vera í gangi, hvernig þetta á að vera, hverju sinni, hvernig við viljum hafa það og líka það bara hvað svigrúm við höfum og að sjálfsögðu á þetta að vera sameiginlegt á milli skólana heildstætt þannig að það eigi ekki að skipta máli hvoru megin barnið er í skóla það gilda sömu reglur á báðum leikskólanum og sami sveigjanleiki á báða. Ég held að við hljótum að líta þannig á en auðvitað að þetta fara í reglur og eins langt og við getum. Auðvitað er ekki hægt að negla allt niður í reglur í sjálfu sér en eins langt og við mögulega getum. Þannig ég held að þetta sé, eða lít þannig á að þetta sé bara framtíðarstarf sem við eigum huga. En fleiri, horfðu þið laust? Yngvi Karl? Fundarfé. Það er óskar eftir fundarfé og það er orðið við því. Þá er fundið framhaldið. Við erum í 7. liðsamþykktir fyrir byggðasamfélagið Odda. Það liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti að stofna byggðasamfélagið Odda BS samkvæmt fyrirliggjandi samþykktum þarum. Jafnframt er tillaga að skipa úr byggðaráði Margrétu Hörpu Guðsteinsdóttur og Sólrúnu Helgu Guðmundsdóttur í stjórn byggðasamlagsins. Varamenn verði Yngvi Karl Jónsson og Haraldur Eiríksson. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Yngvi Karl, gjör svo. Já, við ætlum að fá að bóka við þennan lið. Gjör svo. Við les bara bókunina frá okkur. Fulltrúar aflýst að leggja ríka áherslu á að ný stjórn byggðasamlagsins Odda taki fyrir á sínu fyrsta fundi reglur forgangsröðun barna á leikskóla og samræmi þær reglum heimaskóla og grunnskóla barna í Rangárþingi ytra og Ásarhreppi. Eins verði þá mótaðar reglur flutning skólabarna milli skóla. Og undir þetta skrifa Yngvi Karl, Margrét Harpa og Sigdís. Akkurat, takk fyrir það. Þá förum við í lið 8. Endurskoðun samninga Rangárþings ytra og Ásarhrepps. 8.1 þjónustusamningur milli Ásarhrepps og Rangárþings ytra. Tillaga er að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti fyrirliggjandi þjónustusamning. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem að geta samþykkt þessar tillögu gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 8.2 þjónustusamningur milli Húsakynna BS og Rangárþings ytra. Það er tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti fyrirliggjandi þjónustusamning. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Það var 8.3 þjónustusamningur milli Vatnsveitu, Rangárþings ytra og Ásarhrepps BS og Rangárþings ytra. Tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti fyrirliggjandi þjónustusamning. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 8.4 þjónustusamningur milli Odda BS og Rangárþings ytra. Það er tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti fyrirliggjandi þjónustusamning. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 9 rammasamkomulag Ásarhrepps og Rangárþings ytra. Það er tillaga að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti fyrirliggjandi rammasamkomulag samstarf sveitarfélaganna Ásarhrepps og Rangárþings ytra. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi gefið merki. Það er samþykkt samhljóða.
Þá það liður 10. Samþykktir Rangárþings ytra endurskoðun. Lagt til að endurskoða samþykktir fyrir sveitarfélagi Rangárþing ytra verði sendar til staðfestingar hjá innanríkisráðuneyti. Orðið laust. Engi hvað þessu ljós. Þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögugeðmerki. Það samþykkt samhljóða. Þá liður 11. Erindisbréf nefnda endurskoðun. Fyrir liggja endurskoðuð erindisbréf fyrir samgöngu- og fjarskiptanefnd, umhverfisnefnd, atvinnu- og menningarmálanefnd og skipulags- og umferðarnefnd. Tillaga að staðfest erindisbréfin með þeim breytingum sem viðkomandi nefndir hafa lagt til. Orðið laust. Ágúst Skjörsvæl. Já, oddviti, það bara til að ýkja á því að það sem sé þetta sem í fundagögnunum sem sé það upphaflegu tillögurnar og síðan kemur fram í viðkomandi fundagerðum það sem nefndirnar voru að benda á en það þarna líka atriði sem þarf að laga meðal annars þarna talað það sem að verið að útlista hvernig eigi að búa til funda og með fundagögn og annað, það nota þar orðið að jafnaði sem að ætti að detta út og þetta fylgir þetta bara samþykktum sveitarfélagsins. Það það sem þær reglur sem að yfirgnæfa allt hjá okkur. Þannig að ég legg til að við breytum því líka. Það kemur hvergi þarna fram og já, það var aðalega þetta atriði sem það var mun eftir. Var ekki líka einhver kallkjörsvel? Og það var í 4. grein í samgöngu- og fjarskiptanefndar að Akkúrat. kippa út þarna orðinu umferðaröryggi. Akkúrat. Góðar ábendingar. Vonandi leynast ekki í þessu fleiri villur en í góðri trú það og að þessum lagfæringum sögðum að þá ber ég fyrirliggjandi tillögu upp til atkvæða þeir sem að geta samþykkt hana geðmerki samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 12 reglur greiðslur fyrir nefndarstörf endurskoðun. Fyrir liggur tillaga breytingu 7. grein regla kjörinna fulltrúa í nefndum og stjórnum sveitarfélagsins. Almennir fulltrúar í fasta nefndum fái greitt fyrir fundi 2% af þingfararkaupi og formenn nefnda 3% af þingfararkaupi. Orðið laust. Ágúst Skjörsvæl. Já, þetta kannski bara aðeins að skýra þetta út. Það sem sé með þessari breytingu það búið að samræma alveg þessar greiðslur. Það var eins fyrir alla nefndir. Það voru aðeins öðruvísi fyrir fræðslunefnd sem þannig að núna sem sé sömu reglur sem gilda fyrir allar fastanefndir sveitarfélagsins. Og eins það var þetta breytingum sem sé að almennir nefndarmenn voru með að það þá í samræmi við það sem gerist hérna hjá nágrönnum okkar líka. Já, sérlega. Já. Rámandi, takk fyrir það. Ekki fleiri. Þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu geðmerki samþykkt samhljóða. 13. Samningur sveitarstjóra endurskoðun. Oddviti álista hafa yfirfarið kjör sveitarstjóra og leggja til eftirfarandi breytingu. Heildarlaun skulu vera þingfararkaup með 55% álagi auk launa fyrir setu í sveitarstjórn sem kjörin fulltrúi. Einnig að vegna aksturs sveitarstjóra í þágu sveitarfélagsins leggi sveitarfélagið honum til byrði. Við fylgjum þess eftir að þá var okkur í sumarbyrjun, ef ég man rétt, okkur Ingvar Karli falið að fara yfir þessi kjör sveitarstjóra sem við höfum gert og niðurstaðan var þessi að
sveitarfélagi leggja honum til bíl, launin hækka úr 50% álagi í 55% álag og laun sem hann afsalaði sér fyrir setu í sveitarstjórn þau gangi tilbaka á móti og við leituðum eftir samþykki sveitarstjóra á þessu sem að hann hefur gengið að og við vorum allir þrír ásáttur þetta að betur færi á þessu með þessum hætti allra hluta vegna. En orðið laust þetta. Margrét Arnbjörnsson. Kannski bara eitt, hvernig er til bíl eða hvaða bifreiðir hugsaðum að nota? Það þarf að kaupa bíl, skildist á umræðu að þyrfti að kaupa en ég bara spáði hvort það hafi verið gert ráð fyrir því þá í fjárhagsáætlun ef að það á að gera slíkt eða er til bifreið sem mann hefur til afnota? Takk fyrir þetta. Nei, í raun og veru er ekki til bifreið honum til afnota. Við höfum hérna haft bíl fyrir skrifstofuna og okkur sem höfum þurft á bíla að halda og í raun og veru þá er það nú okkar mat að það gangi ekki að sveitarstjóri búi við það að stundum sé laus bíl og stundum ekki og hann hefur auðvitað lagt bíl til sjálfur og við þurfum auðvitað að uppfylla þær skyldur að hann geti sinnt allri vinnu og erindi fyrir sveitarfélagi sem við ætlustum til af honum og eru nú æðríkar. Þannig að við töluðum nú það í þessu að við þyrftum að kaupa einhvern bíl en hérna við vorum nú allir sammála það að það þyrfti að gæta hófs í því og hérna sveitarstjóri hefði falið að leita eftir einhverju lausn og leggja fyrir okkur í þeim efnum sem var í þeim anda og þetta á bara að vera með svona hefðbundnum og jarðbundnum hætti að bíl sem að kostar þá kannski eitthvað í kringu 3 milljónir eða eitthvað svoleiðis eða bíl á leigu eða eitthvað sem er hagkvæmast fyrir sveitarfélag. Það er svona hugsunin. Þetta er ekki rétt túlkað hjá mér. Stórum dráttum. En varðandi þetta að það náttúrulega er að falla út greiðslur þannig að það gæti orðið einhver svona blæbrigðamunar á þessu og við teljum að það sé svigrúm í fjárhagsáætluninni fyrir þessu með þessum hóflegu aðgerðum þá sé þetta lítið svo. Fleiri hvað þess ekki ljós þá bæri ég fyrirliggjandi tillögu til atkvæði sem getur samþykkt hana gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Já. Já. Ég ætla að fá bara senda inn bókun svo bara í framhaldi. Ok. Það erum að sjá. Bara lesa bókun upp eða? Gjörðu svo vel. Já, bara bókun álista. Fulltrúar álista fagna þeirri löngu tímabæru niðurstöðu að láti sig af mismunun á starfsmönnum sveitarfélagsins með niðurfellingu og akstursstyrk til sveitarstjóra. Einnig hvetjum við til að aðhald sé gætt við kaup á bifreið fyrir sveitarstjóra. Og undir þetta skrifum við Ingu Karl, Margrét Arnbjörnsson og Sigdís. Gott mál. Síðan eina villu tímabæru fyrir ekki að senda þetta vitlaust inn. Löngu tímabæru. Svona. Gott mál, þá förum við
Þá fyrir við lið 14. Fundaáætlun sveitarstjórnar 2016. Lögðu fram tillaga að fundaáætlun sveitarstjórnar, byggðarráðs og skipulags- og umferðarnefndar fyrir árið 2016. Orðið er laust annan. Inga Felgjörsvel. Átveiti, ég sé að það er spennt hérna í júlífundi, þegar sem sveitarstjórnin fær 2 fundi í sumarfrí og einum fundi bætt í nóvember. Er venjan að við fundum þarna 3 sinnum þarna í nóvember, desember? Er ekki lægi að sleppa þessum 30. nóvember fundi? Jú, ég tek undir þetta. En sko, það hefur komið upp í gegnum tíðina, allt og oft, að það hefur dregist að fjárhagsáætlun er tilbúin og þetta er eiginlega 11. stund í því að leggja hana fram til fyrir umræðu. Og hugsunin er svo að ef það næst ekki fyrir reglulegan fund sveitarstjórnar að leggja fram fjárhagsáætlun til fyrir umræðu, að þá er þessi dagur frátekinn og þá getum við uppfyllt skyldum okkar. En hugmyndin er svo að ef við náum þessu og ætlum við að stefna því eins og við náðum núna og viljum við hafa það vinnulag og Ágúst hefur farið heldur fyrir þetta en oft áður og okkur hefnaðist þetta og tókst bara mjög vel, að þá þegar við leggjum fram fjárhagsáætlun til fyrir umræðu á réttum tíma, þá skjótum við þannig fund niður í leiðinni. Það er svona hugsun, en að hann sé til var. Að það viti þá allir af því að það sé möguleiki. En varðandi, við vorum auðvitað kannski að funda meira núna í upphafi kjörtímabils í sumar en hefði þeir fyrir því í sveitarstjórnum í kringum okkur og af þessari stærðargráðu að það er fundað með þessum hætti yfir sumartíman og síðan er auðvitað líka þá alltaf möguleiki á því að ef að þetta dugar ekki þá verðum við bara að skjóta á fundin. Það verður auðvitað að vera sveigjanlegt og lífið þessu eftir þörfum hverju sinni. En hugmyndin var sem sagt þessi. Ekki fleiri? Jú, kannski. Margrét Arnbjörnsson. Það er þá nefnilega, eins og segir með júlífundina væri þetta að skjóta inn í. Varðandi nóvemberfundin væri þá ekki frekar hægt að skjóta honum inn í. Það frekar heldur hún að setja hann sem fasta fund sveitarstjórnar. Líka. Alveg eins. Mér finnst þetta svolítið svona, mér finnst þetta að gefa svolítið svigrúm á því að við förum að draga lappirnar í fjárhagsáætlanagerð. Það er bara blæbrigðamunur á því. Þið já, Ágúst Gjörsvel. Já, það er alveg rétt, en kannski má segja að þessi fundur í nóvember, þetta er á miklum álagstíma, það er kannski munurinn, en við stefnum að sjálfsögða því að vera tímanlega með fjárhagsáætlun líka næsta ári og geta staðist þarna bara 9. nóvember með fyrri umræðu og þá 14. með seinni umræðu, 15. er síðasti dagur. En þannig að, ég get alveg tekið undir það er svo sem spurning hvort á að bæta við fundið að fella það út. Það er eins með byggðarráðsfund í ágúst. Það er alveg hægt að fella hann niður ef það er ekki mikið sem liggur fyrir, en við vonum auðvitað að verði mikið sem liggur fyrir. Og fólk vilji koma og byggja hjá okkur og svona. Það þarf að taka þannig ákvarðanir. En ég myndi segja kannski að það blæbrigðamunur þarna í nóvember vegna þess út af fjárhagsáætlun. Það er að segja, það er svona, við vitum allavega að þá er örugglega álag sko. En þetta skiptir þetta ekki öllu máli. Þarf ekki mikið út af að bregða og ég legg til að við höldum okkur við þetta bara og en þetta er ekki gert til þess að gera neinum sko lífi leiðara. Þetta er 11. stund og þetta er dagurinn sem við þurfum að hafa í huga ef að þetta eitthvað bregður út af og þá er gott að hafa frátekinn. Það er betra heldur en að maður farið að bjóða upp og það eitthvað verið sett á hann.
Það er hugsunin. Því ekki viljum við þurfa að fara að sækja undan þá nema í algjöra nauð. Ekki fleiri. Þá ber ég fyrirliggjandi tillögu til atkvæða. Þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 15 sem er tillögur að álagningarprósentum, afsláttum og gjaldskrám og Klara ætlar að koma og vera með okkur og fara með okkur í gegnum þetta og liði 15, 16, 17, 18 og 19 var það ekki og á meðan að hún er gestur fundarins þá slökkum við á myndavélinu með. Þökkum við Klöru fyrir hennar yfirferð á fjárhagsáætlun. Við erum í 15. lið tillaga að álagningarprósentum, afsláttum og gjaldskrám fyrir árið 2016. Gildi frá og með 1. janúar 2016. Í liður 1, útsvar 14,48%. Miðað er við að útsvarshlutfall fyrir árið 2016 verði hámarksútsvar, það er 14,48% af útvarpsstofni. Að viðbættri hækkun sem kveðið verður á í lögum tekjustofna sveitarfélaga á grundvelli fyrirhugaðs samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga endurmat á yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga. Gengið er út frá að lagabreyting þessa efnis verði afgreidd fyrir lok haustþings. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 2. Fasteignaskattur. A-hluti af fasteignamati verði 0,39%, B-hluti 1,32% og C-hluti 1,65%. Lóðarleiga verði 1% af fasteignamati lóða í eigu sveitarfélagsins, þó getur sveitarstjórn ákveðið annað leiguhlutfall eða álagningu í krónutölu á hvert fermetra lóðar við sérstakar aðstæður. 4. Vatnsgjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 5. Aukavatnsgjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 6. Tengigjöld vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásarhrepps eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 7. Fráveitugjald á Hellu 0,25% af fasteignamati lóðar. Fasteignamati húss og tilheyrandi lóðar. 8. Gjöld fyrir tæmingu rotþróa eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 9. Sorpbyrðu og sorpeyðingargjöld eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Gjalddagar liða númer 2, 3, 4, 7 og 9 eru 1. febrúar, 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní, 1. júlí, 1. ágúst og 1. september 2016. Þar sem fasteignagjöld verða samtals krónur 35.000 eða lægri skal þó aðeins vera einn gjalddagi 1. maí 2016. Einnig gefst aðilum kostur á að greiða fasteignagjöld í einu lagi og skal gjalddagi vera eigi síðar en 1. júní 2016. Eindagi er síðasti virki dagur í sama mánuði og gjalddagi. Fasteignaeigendum 67 ára og eldri og öryrkjum 75% eða meira sem búa í eigin húsnæði skal veittur afsláttur af fasteignamati, fasteignaskatti, holræsagjaldi og holræsagjaldi af viðkomandi íbúðarhúsnæði samkvæmt reglum samþykktum af sveitarstjórn. 10. Hundaleyfisgjald er samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 11. Byggingarleyfisgjöld, afgreiðslu úttekta og mælingagjöld skipulags- og byggingarnefndar og skipulags- og byggingarfulltrúa leggst á samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Gjalddagar eru dagsetning reikninga og eindagar 30 dögum síðar. Að öðru leyti gilda lög tekjustofna sveitarfélaga og gjaldskrár viðkomandi tekjuliði.
Samþykkt þessi álagningarprósentur afslætti í gjaldskrá skal birt á heimasíðu sveitarfélagsins. Þannig hljóðar þessi lesting undir lið 15. Þeir sem að geta samþykkt þessar tillögur gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 16. Tillaga að reglum afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega árið 2016. Lögð fram tillaga að reglum afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega fyrir árið 2016. Þeir sem að geta samþykkt hana gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 17 tillögur á öðrum gjaldskrám í Rangárþingi Ytra fyrir árið 2016. 17.1. Gjalddagi fyrir íþróttamannvirki 2016. Þeir sem að geta samþykkt það gefa merki. Samþykkt samhljóða. 17.2. Gjaldskrá fyrir leikskóla 2016. Þeir sem geta samþykkt það gefa merki. 17.3. Samþykkt samhljóða. 17.3. Gjaldskrá fyrir skólamötuneyti 2016. Þeir sem að geta samþykkt það gefa merki. Samþykkt samhljóða. 17.4. Gjaldskrá fyrir skóladagheimili 2016. Þeir sem að geta samþykkt það gefa merki. Samþykkt samhljóða. 17.5. Gjaldskrá fyrir hunda og kattahald 2016. Þeir sem að geta samþykkt það gefa merki. Samþykkt samhljóða. 17.6. Gjaldskrá fyrir sorpbyrði og meðhöndlun úrgangs 2016. Það tillögum samþykki það hálfu sveitarstjórnar Rangárþings Ytra og vísa til heilbrigðisnefndar Suðurlands til umsagnar. Þeir sem geta samþykkt það gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það liður 18. Fjárhagsáætlun 2016 til 2019. Rekstrarreikningur A og B hluti 2016, 17, 18 og 19. Ég les upp tekjur samtals og les eingöngu upp tölur fyrir 2016 með leyfi fundarins. Rekstrarreikningur A og B hluti 2016 samtals tekjur 1.486.784.000. Rekstrarkostnaður samtals 1.212.519.000. Framlegð verður 274.265.000. Afskriftir verða 83.177.000. Fjármagnskostnaður verður 109.743.000. Rekstrar niðurstaða verður 81.345.000. Efnahagsreikningur. Eignir verða samtals 2.941.282.000. Eiginfjárreikningur. Eigið fé og skuldir verða samtals 2.941.282.000. Sjóðstreymi. Andbært fé í árslok verður 51.350.000. Heildar fjárfesting 2016, fjárfesting A-hluta 103 milljónir. Þar af eignasjóður 103 milljónir. Fjárfesting í B-hluta 55 milljónir. Þar af vatnsveita 30 milljónir og Suðurlandsvegur 1-3 25 milljónir. Áætluð langtímalántaka er 50 milljónir. Framleiðar hlutfall 2016 er áætlað 18,4%. Veltufjárhlutfall 2016 er áætlað 0,70. Reiknaskuldamiðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum fer niður í 114% á árinu 2016 og skuldahlutfallið í 115%. Þá ber ég fjárhagsáætlun ársins 2016 undir atkvæði. Þeir sem að geta samþykkt hana gefa merki. Samþykkt samhljóða. Og þá ber ég fyrirliggjandi fjárhagsáætlun árunum 2017 til 19 undir atkvæði. Þeir sem að geta samþykkt hana gefa merki. Samþykkt samhljóða.
Og þá legg ég til sveitarstjórn þekki starfsfólk í sveitafélagsins sem hefur unnið frábært starf í gerð fjárhagsáætlunar 2016 til 2019. Þá fyrir við í lið 19, aðalfundur Bergrísin, BS 2015, lagt fram til kynningar. 20, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, stjórnarfundur 168, lagður fram til kynningar. 21, SAS, 500. fundur, lagður fram til kynningar. 22, störf almannavarnanefnda, lagt fram til kynningar. 23, erindi íbúðalánasjóðs til sveitarstjórnar, lagt fram til kynningar. 24, staðfesting á óhæfi, KPMG, endurskoðun, lagt fram til kynningar. Þá vil ég þakka ykkur fyrir góðan og innihaldsríkan fund, held ég með að segja, og jafnvel mætti fullyrða að þetta hafi verið einna innihaldsríkasti fundur sveitarfélagsins frá sameiningu 2002. Þetta eru merkilega góðir áfangar sem að við höfum náð hér og það er ósk mín og ég veit ykkar allra að muni reynast sveitarfélaginu okkar vel. Að yfirferð yfir fundagerð, þegar hún hefur verið yfirfarin og undirritað, þá segi ég fundi slitið og þakka fyrir góðan fund.